Þetta alveg brilliant. Þetta sé benda gefur út Eddu útgáfu á það að bacon er kjöt. Maður svona finnur sér eitthvað að gera með maður býðir til leigubílum hér á leiðinni í flug eftir rúmur 1,5 tíma. Ok, komin inn á hótel í Arnhem í Hollandi. Best Western Harhus hótelið. Þetta var svolítið áhugavert, komið með lestinni, mætti í lobbyið og þá finnaðu ekki bókunina mína sem notabeina með þess að forgreit sko. En hérna, það er reddast eitthvað, þið áttu að laust herbyggi fyrir mig í 2 daga, svo sjáum við til hvort það finnist fyrir mig gistipláss restina. Ég sko, lítur alltaf rosalega vel út hótelið niður í og það er ekkert, sko, herbyggi er ekkert slæmt per se, en það er ekkert upp á marga fiska sko. Þetta er meira svona West Western heldur en Best Western sko. Mér finnst alveg að þið hefði mátt splæsa í fósetarsvítuna fyrir mig fyrst þið fundi ekki bókunina. Það er bara svona. Það er allavega brunast í, ef það skulle kvikna í, þá kemst ég út. Hérna, gangarnir hérna. Þetta er svolítið þess að vera komin aftur í iðnskólann. Þetta sem sé Best Western hótelið sem ég var á og átti bókað á og átti að vera á allan tíman en hafði einhvern veginn messað bókuninu minni en ég gæti bara gist í 2 nætur, þurfti að finna nýtt hótel og það eiginlega bara fór hansi vel því að þetta er staðinn inn á Holiday Inn Express hótelið aðeins niðar bænum 200-300 metra í burtu eða hvað það er bara miklu meira næs. Þetta fór vel. Mér finnst annars Arnhem virkar svolítið skemmtileg sko. Maður ætla vanur að vera í Nijmegen sem er rétt hjá og þetta er svona, ég veit ekki, þetta er ekki 25% stærra hérna Arnhem. Miklu meira líf svona að sjá einhvern veginn á götum og kvöldinu og svona. Ég veit að ég er ekkert á huggulegustu götunni akkurat núna en ég er bara leiðin niður á hótel. En það er sem sagt sko miklu meira mannlíf. Rosalega svona þéttur miðbær, mikið af litlum götum, flottum gömlum húsum jafnvel, mikið af svona kaffihúsum, veitingastöðum, verslunum. Á meðan þetta er eiginlega bara svona 1-2 götur sko í Nijmegen. Nijmegen er meira svona Reykjavík einhvern veginn hvað þetta varðar. Þetta er einhvern veginn svona líflegri, finnst mér, ekta evrópsk borg. En það er svolítið skemmtilegt, þetta kíkja. Ég er alveg að koma hérna að torginu sem er við hótelið nýja sem ég er komin á Holiday Inn. Og þar er sko risavaxinn svona leikskúlptúr af hérna, hvað heitir það á íslensku? Svona artwork. Kíkjum bara á hann. Þetta er eiginlega svona yndislega ridiculous. Hverjum dettur í hug að smíða þetta? Þetta er mjög flott, skemmtilegt. Þetta er rísastórt. Heitir hérna Fest Artworken. Já, aftur, hvað þetta heitir þessi artwork? Þetta er svona hátíðar artworkin. Ég veit ekki hvort hann eigi að vera bara fallin út af gleði vímu einhverju. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég har bara eitt mission eftir hérna í Arnhem og það er sko á kirkjuturninum í bænum, á stóru dómkirkjunni eða hvað þetta er, Rísakirkjunni. Það er svona
gler útsýnispallur í 74 metra hæð sem bara toppurinn á Hallgrímskirkju sem maður getur stigið út á og horft beint niður og langt svolítið að prófa það. Annars virðist svona jólainnkaupamanía vera komin alveg á fullt hérna í Hollandi sem kannski ekki skrítið, það að auglýsa þetta Black Friday dót alls staðar sem kannski kapitíl út af fyrir sig en hér halda Hollendingur upp á svona Sinterklaas daginn, jólasveinadaginn þegar jólasveinninn kemur til byggða með svarta Pétri. Þetta svona what controversial held ég í dag, eitthvað blackface og svona stemming en það gerist 7. desember og þá gefa Hollendingar gjafir. Þannig að núna, seinustu vikuna í nóvember, svona innkaupageðveikin að ná hámarki fyrir jólagjafir hérna. Ég veit samt að segja ekki alveg hvað þau gera sér ná jólunum, ég heldur bara góðan mat og hafa það notalegt sko. Sem svolítið skrítið svona frá okkar perspektífi, en sennilega bara þýðir að jólin eru svona svo notalegur jóladagur eins og við þekkjum hann. En þetta sko, ég bara að komast að það, hvað það sem fer sérstaklega í taugarnar með við svona það að jólaundirbúningurinn byrja snemma. Þetta svo commercial, þið vitið. Að þessi pressa að byrja allt þetta jóladót snemma náttúrulega ekkert annað heldur en bara sko innkaupatengt. Þetta eitthvað sem kaupmennir eru búin að pressa inn í okkur. Þess vegna sem ég alltaf svo mikið þurrs að berjast á móti því að fólk sé að byrja að skreyta snemma og jólast snemma því mér finnst það bara að vera að láta undan þrýstingi. Það eitthvað svoleiðis. Nú verður einhver kistur undir mistilteininum. Hvar kemst ég svo inn í þessa kirkju? Hér virðist allt vera harðlæst og nú bara komið rok og rigning allt í einu. Það var nú ekki rétt á hann. Skjótt skipast veður í lofti. Hann bindur ekki bagga sína sömu hnútum og samferðamennirnir. Orðatiltæki sem ég held ég hef aldrei heyrt áður og heyrði fyrst getið í þessari ferð. Þykir svona líka ljómandi skemmtilegt. Ég veit ekki, það eins og sem ég vil að gera þessa kirkju alltaf upp og þannig að þetta er inngangur í þessa átt, ég fann hann ekki sko. Ég veit ekki alveg hvernig þetta fer sko, hvort ég enda á að finna þetta. Ég labba allavega að hringi inn og sé hvort ég komist ekki inn. Held sem þá ég sé að finna þetta. Kíkjum á það. Þetta virkaði. Það var bara að fara að finna lyftuna og kíkja upp. Ég er ekki lofthrættur, en ég svona sem voru skynsamur. Þannig ég veit ekki alveg hversu auðvelt það verður að... Já, ætli það sé ekki það sem heitir að vera pínu lofthrættur. Lofthrættur. Prófum þetta. Kíkjum í lyftuna og förum upp. Það var alltaf komin eitthvað hérna upp eftir að mjög viðkunnulegir eldri borgarar reyndu að leiðbeina mér hvernig þetta funkar allt saman. Þetta svolítið hátt upp. Ég þarf að fara hérna niður eitt þrep og þá var maður út af mér komin á þetta. Prófum þetta, sjáum hvað gerist. Þó maður sé bara rétt að stíga út á þetta, þá var þetta mjög óþægilegt. Ég hef ekki ég er lofthrættari heldur en ég held ég væri sko. Ég sést hann sér vítt yfir sko. Það eftir að það hérna inn í kirkjuturninum, það blæs á mann sko. Fíkur á mann hérna rigningin sko. Þannig að þetta nú ekki besta myndatökuveður í heimi. Frábært. Eftir ég kom út úr kirkjunni þá fór að greinandi rigna svo ég stökk aðeins inn á McDonald's bara til að flýja undan rigningunni. Og meðan ég var þar inni þá stytti ég upp. Núna kom ég út og þá byrjaði að rigna aftur. Þannig ég held ég hlaupi aðeins inn á hótel
og hérna býði af mér skúrina. Lyftur eru þetta bara fyrir aumingja sko. Ég er fyrstu hæð. Neyðargöngur. It's a trap. Jæja, drífa mér niður í lobby, hitta Kristján Inga. Við erum auðvitað á sikkur hótelinu núna því ég þurfti að skipta hótel. Þannig hann ætlar að koma við hérna niður hjá mér og við ætlum að skella okkur út og kíkja í kvöldmat á svona... Jú, ég var leiðin niður. Á svona, hvað heitir það, svona matamarkaði, svona eins og hérna matartorgin heima. Sem að lítur víst ekkert spes út, eða ekkert svona, lítur ekkert, hvað kallar maður þetta, lætur ekki mikið yfir sér utanfrá, en er víst mjög flottur staður. Við ætlum að kíkja á þetta. Þetta er algjörlega klikkaður staður að sjá. Það er fullt af litlum veitingastöðum hérna. Hver öðrum meira spennandi og útlitið á staðnum er sturlað flott. Að finna Kristján aftur, ég held að hann sé búinn að tína sér í að skoða matsæluna. Ég er bara búinn að taka myndir þannig að ég eiginlega er ekki búinn að sjá neitt sko. Þannig að við verðum að finna okkur eitthvað að borða. Við erum búin að smakka dumplings, indverska kjúklingavængi, hamborgara, thailenskt, alls konar ljómandi staðir, þú vilt að mæla með þessu. Arnhem Food, eitthvað. Ég veit ekki hvort þið kannast við þetta, en hérna stundum lendi ég því ég vakna því ég er á einhverjum hótelum, okkur ferðalögum og tekur mig þó einhvern tíma að muna hvar ég er. Vaknaði í morgun, ég var ekki viss hvort ég væri í Hollandi, hvort ég væri heima eða hvort ég væri í Brasilíu þess að ég var fyrir 2 vikur síðan. Tók mér alveg svona, ég veit ekki, halva mínútu að átta mig, það var svona ruglingslegt. Grenjandi rigning úti, það er komin heimferðardagur. Ég er bara klár að pakka saman, koma utan um tösku og bruna upp á flugvöll og komast heim í vetrarblíðuna á Íslandi. Þannig að þetta er búin að vera skemmtilegir dagar, nokkrir bara mjög skemmtilegir dagar hérna í Arnhem. Ég hugsa ég komi ekki hérna aftur vegna þess að þetta er full langt í burtu frá vinnunni til þess að vera að skjótast á milli. Þetta er svona óþarflega langt frá, en það væri mjög gaman að koma og heimsækja Arnhem aftur því að það var mjög gaman að fara hérna um. Já, ætlum að fara ekki bara að drífa sig að pakka á og bruna upp á völl, þannig að það finnur að vera endinn á þessu vídeobloggi sko.